í einu skoti ert að smakka bara íslensku fjallshlíðina. Ég heiti Liljar Már, ég ísvinningur, smiður og tölvunarfræðingur. Ég sé aðalega allt sem í vökvafóðmi, sultur, saft, gin, líkjör og fleira. Íslensk Hollusta matvælaframleiðslufyrirtæki, stofnað fyrir 20 árum af Eyjólfi Friðgeirssyni. Hann byrjaði að fylgjast með sjávarfangi verið að nýta í matargerð í Asíu, kom inn heim og byrjaði að þurrka íslensk söl þá og beltistara og svo þegar það gekk vel þá fór hann upp í fjöllin og byrjaði að nýta mosa og lyng og fleira og ber og hófst þá bara þessi þróunarvinna að pæla hvernig getum við nýtt krækiberjasafa fyrir lónið og komið í mögulega þá í þann skala sem við þurftum. Þá var farið að tala við sérstaklega okkar eldra fólk sem vinnur hérna. Þau ólust upp í það að drekka þetta saft. Við kjörnuðum það bara, horfðum á hvernig var þetta að nýta krækiberjasafan í blandi við einmitt íslensku tein sem við eigum. Með saftinu ert að fá að smakka svo margar hluta af íslenskri náttúru. Þú ert með berjasaftið, þú ert með þessar jurtir í teinu ásamt þessu dásamlega íslenska vatni. Þannig að í einu skoti ert að smakka bara íslensku fjallshlíðina. Það þekkja líka allir að vera í berjamó. Það mun allir eftir að vera barn og vera dregin af móður sinni og áttir að tína bláber og albláber og fljótlega gafstu upp að því það erfitt að tína þau og þau eru ekki út allt og þú sér þessi litli krækiber og byrjar að moka þeim í þig. Þú þekkir þetta skrýtna bragð og þá það beiskjan í steininum og þess vegna það sem við gerum að nota þennan vatnsþrýsting til þess að fá saman hreinan að steinninn helst alltaf heill. Þannig að bragðið mun bragð betra af safanum þannig heldur en þegar þú þekkir að þú setja að naga þessa steina og allt hýðið. Í saftinu íslenskt jurtate. Í jurtateinu íslenskur mosi sem hjálpar hálsinum og öndunni og við höfum nýtt þetta í mörg ár. Ædikvönn sem hjálpar meltingunni og síðan birki sem fullt af steinefnum og gefur líka góða lykt og bragð. Þetta kemur allt hingað til okkar og við þurrkað mulið niður og blandað saman. Við erum með krækiberjahrásafa. Við tökum ber sem við pressum með vatnsþrýsting og hann þá bara hreinn safi sem við nýtum í saftið. Við notum sítrónusafa til þess að aðeins að bæta sýruna, fá smá C-vítamín inn í daginn og svo okkar góða íslenska vatn. Ég byrja á að gera te. Við erum að gera hérna teblönduna. Þetta ædikvanna laufin, íslenska mosan. Lokum við pokanum. Skellum við þessu í pottinn. Ásamt í að bæta við sykri sem gefur smá orku eftir að hafa verið í gufubaðinu. Bæti síðan við krækiberjasafanum. Leyfum honum að kynnast teinu. Saftið síðan kælt, sett á tank og tilbúið til drykkjar. Það búið að vera ótrúlega gaman að sjá vöru sem maður var á hugmyndastigi, vaxa og dafna yfir í þennan skala og þegar ég fór sjálfur í lónið og maður heyrði fólki í lóninu vera að tala bara vá, þetta saft geggjað og það var ennþá svona smjattandi á því, komið honni í pottinn það var ótrúlega skemmtilegt.